Í greiningunni að þá svona dettur þú kannski inn í það hlutverk að það sé allt, það vissulega, það er allt að breytast. Á þeim tíma sem ég greindist þá var ég að reyna að klára stúdentsprófið mitt. Fór svolítið seint af stað í það en ok, 29 ára, þá var ég að reyna að klára það. Og ég átti í rauninni örfá fög eftir þegar ég fæ greininguna. Mitt nær umhverfi, það studdi gríðarlega vel við mig. Félagslegi stuðningurinn í fjölskyldunni, vinum, ættingum, hann var mjög góður, hann var sterkur. Læknirinn aðvaraði mig í rauninni og sagði mér að það gæti komið upp svo aðstæða að vinir sem ég hefði sem sagt átt trausta fram til dagsins dag myndu sem sagt vera feimnir, myndu setja sig í stellingar, þetta voru aðstæður sem þeir þekktu ekki, þannig þeir gætu dottið í þann pakka að vera óöruggir nálægt mér. Ég fór í gegnum alla mínu kunningja, bæði í skóla og fjölskyldunni og alls þar og ég fann hvergi fyrir þessu. Kannski af því að ég sjálfur kaus að tjá mig mjög opið hvað ég væri í rauninni, í hvernig meðferð ég væri og hvernig mér liði svona flestu leyti. Þannig að það átti enginn, fannst mér allavega, að finna fyrir einhverjum öðrum svona persónueinkennum heldur en ég átti bara, heldur en þeir áttu að venjast frá mér svona hefðbundið. Það voru fólk sem fann sig knúið og bara æðislegt að gefa mér upplýsingar. Það fór að eigin frumkvæði að googla, að leita eftir upplýsingum hér og þar og koma með til mín. Bæklinga hvað væri nú hollt og gott að gera, hvað væri gott í mataræði og ég fann alls staðar að það var bara fólk einhvern veginn sýndi mér sem sagt velvild með því að hafa áhyggjur af mér og koma með ýmislegt til mín og ég kaus að sem sagt taka við öllu, skoða þetta misvel en ég er gríðarlega þakklátur fyrir af því ég fann svo mikið stuðninginn bak við sem sagt framkvæmdina. Og það skipti mig virkilega miklu máli. Ég var aldrei einn. Ég var alltaf með einhvern til þess að leita til.